hérna og eru hér í þessu, koma svona hérna í endan á öllu, eru það spurningar sem ég nota til grundvallar lokaprófinu og við förum yfir hvernig það verður núna á mánudaginn, nákvæmlega uppsetninguna á því. En ef þið farið yfir þetta og getið svarað þessum spurningum svona tiltölulega leikandi, þá eru þið í góðum málum. Og ég ætla bara að rúlla á stað með þennan fyrri part upprifjunar. Ok, við byrjuðum á HTML og HTML Hypertext Markup Language sem kom hann fyrst 93, eða ef þið heyrt mig tala hratt, bara prepare yourself. Útgáfur 1-4, þar voru byggðar á SGML sem nú ekkert kannski sérstaklega í fókus hjá okkur, en það svona almennt markupmál. Og XHTML og HTML5 síðan eitthvað sem við þurfum að vita hvað er. Element, sem náttúrulega bara kjarninn í þessu öllu saman. Þessi einstakir hluti af vefsíðu sem býr til þetta tré, sem við köllum síðan dommið þegar við fyrir að vinna með JavaScript. Það náttúrulega bara eitthvað sem þið verðið að vera alveg á hreinu hvað er, hvernig það skiptist upp og hvernig það býr til þetta tré út frá því að innihalda önnur element og alveg niður þannig að við fáum einhverja textana í lokin eða eitthvað annað. Og þessa merkingu sem er fólgin í því að nota einhver ákveðin element, þetta semantic HTML eða merkingafræðilegt HTML. Eins og hér dæmið, P gefur til kynna við sem einhverja setningu. Tags, element eru byggð upp á tagi þar sem við erum með eitthvað byrjunartag, eins og hérna, P, og svo eitthvað endatag sem með forward/ P. Og við getum sett attribute á element til þess að auka við eitthvað, hvaða merkingu þau bera. Og þau eru sett á þetta byrjunartag og svo getum við verið með þetta sjálflokandi, self-closing tag með því að setja forward/ í lokin. En það er ekki krafa, það var krafa í XHTML og ættum í raun og veru að sleppa því. Attributið eru bara svona name value per sem við breytum elementi, til dæmis eins og class sem við notum mikið til þess að geta stílað hluti og það þarf að vera umlíki gæsalöppum og það ætti og sum attribute getum við skilgreint þar sem við sleppum þeim. Þannig að þetta ekki vera neitt nýtt, bara mjög basic stuff hérna. Merkingafræðin, það í raun til þess að viðhalda þessari skiptingu. Þetta svona high level concept hérna, eitt af þessum sem ég mjög hrifinn af. Að við aðskiljum HTML-ið, struktúrinn á skjalinu okkar frá útlitinu af því sem við notum CSS til þess að stýra eins mikið og við getum. Við erum bara svona nokkuð svona pragmatísk í þessu, en við höfum það alltaf í huga að merkingafræðin og útlitið á að vera aðskilin. Síðan eru aðgengismálin. Og það eru margar ástæður fyrir því að við ætlum að huga að því og þetta aftur svona spurning sem er mér kannski tiltölulega mikið hugleikinn af því að það er svo auðvelt að glossa yfir þetta. En með því að huga aðgengi þá erum við að gera vefinn okkar betur fyrir alla. Og svo eru svona lagasetningar og þess að sem getur komið þarna inn í. Og við erum okkar verið betri fyrir alla. Vikgag er það sem við getum notað til þess að sem einhverju svona mælistiku þegar við erum að vinna með og skilgreina aðgengilegheitin á síðun okkar og það sett frá W3C, Web Content Accessibility Guidelines. Skiptist í þessi þrjár tegundir, A upp í 3A, sem segir hversu mikið við erum að uppfylla. Og síðan erum við með leitarvélabestun, sem er þessi meðhöndlun á efni sem tengist á afturinn í það að vera með aðgengilegan vef og í það að vera með merkingafræðilegan vef. Að þetta er einhvern veginn að meðhöndla efni þannig að það komi frekar fram í leitaniðurstöðum en ef við erum að huga að þessari merkingafræði og aðgengi þá kemur SEO það kemur bara með. Svo gerum við bara einhvern tvík á efnin okkar en það er alltaf að hafa gott efni og merkingafræðilegt HTML. Ok, spurningar úr HTML-kaflanum. Hvað er hypertext, hvað er markup language, hvað er SGML, hvað er XML, HTML5, doctype. Doctype er þetta sem skilgreinir hvernig skjal við erum að nota, hvort það er HTML5 eða HTML4 eða XHTML. Hvað er element, hvað er tag, munurinn þarna á, hvað er attribute, hvernig tengist þessi þrennd.
XHTML og hvað það skilgreinir aukalega ofan á HTML, aukalega við það sem við skoðum sérstaklega og hvernig það getur komið inn í svona að skrifa snyrtilegt og fínt HTML. Stafasett, UTF-8, hvað gerist ef við erum með stafasettin í rugli hjá okkur, hvernig getur það lýst sér. Sér í lagi þessi element, HTML, head og body og svo svona listi yfir þessi helstu element sem við erum búin að vinna með í vetur, P, UL og lil, svona listar, sectioning element eins og section og main og header og footer og hvernig fyrirsagnir virka, H1 upp í H6, ID og class attribútin og hvenær við notum þau og hvenær við ættum ekki að nota þau, hvernig við vinnum með töflur og form í HTML sem þá út úr verkefni 1, merkingafræði og af hverju við notum hana, hvað konceptið og af hverju, ekki bara hvernig, div og span og hvernig þau koma inn í þessa merkingafræði, þar sem að div og span eru svona hafa enga merkingu í sjálfu sér en svona erfa hana frá því efni sem innifalið í þeim og það alltaf í lagi að nota það, en við notum þetta, við stökkum ekki beint á þetta, notum þetta ekki sem einhverja hækju og skrifum allt HTML okkar bara með divum og spönum. Pickag og skjálesarar, hvernig þeir eru notaðir til þess að neyta vefsins, hvernig þeir eru aðrir klientar en það að horfa bara á þetta með augum á einhverjum skjá og þessi svona geta greint á milli atriða sem þarf að hafa í huga við þegar við erum að smíða aðgengilega vefi og ARIA sem þetta leið til þess að enn frekar auka aðgengi að vefi með því að merkja með attribútum sérstaklega element til þess að fá aukið aðgengi. SEO, Search Engine Optimization, hvað það og til hvers og í hvaða tilfellum notum við það. En þetta var HTML, þið bara stoppið mig að vera eitthvað, þið viljið eitthvað nánar þetta. CSS, hvað er CSS? Cascading Style Sheet sem þá svona forritunarmál, svona constraint-based forritunarmál sem lýsir framsetningu á skjali sem skrifið í einhverjum markvert language. Til dæmis, við höfum verið að nota fyrir HTML en við getum notað líka fyrir XML og SVG. Og það sérstaklega hannað til að aðskilja efni frá útliti. Við erum mikið að vinna með náttúrulega lengdir og við getum verið með þessar nákvæmi lengdir og þá sérlega erum við mest að nota pixla og svo erum við með þessar hlutfallslegu einingar þar sem við mest verið að nota EM og síðan prósentur sem vantar nú þarna inni og þá í raun hver munurinn þarna á, hvenær notum við pixla, hvenær notum við EM, hvernig reiknum við EM, hvaðan kemur það og hvernig kemur það inn í þegar við erum að reikna stærðir og letri. Selektorar, þannig að við erum með eitthvað HTML og við viljum einhvern veginn geta valið nákvæmlega einhver element til þess að geta stýrt útlitin á því og þá getum við verið að nota þessi heiti á elementum, þessi universal selector, við getum verið með attributes með því að hafa square brackets, class með því að setja punkt fyrir framann, heiti á klassunum og ID með því að setja svona oktaþorp, millimerki, hashtag fyrir framann, heiti á ID-um á elementum. Og svo erum við með gerviklassa eða gervielement og þá getum við notað tvípunktur eins og fyrir hover eða last child eða nth child. Síðan þegar við erum búin að búa til einhverjar reglur og finna einhver element sem við ætlum að stíla til, þá viljum við fara að breyta einhvern veginn hvernig þessi element flæða á síðunni og þá erum við með 3 hluti sem við getum verið að eiga við. Og svo fyrsti bara að láta það vera og leyfa eðlilegu flæði að ráða og þá erum við með elementin okkar annarkvort sem blokk, þar sem þau fylla upp í alla breidd forritisins eða inline, þar sem að þau kollapsa saman í línu og mynda þá einhverja textaheild, þar sem að blokk til dæmis div og inline til dæmis A. En við getum breytt þessu með því að nota display regluna eigindið í CSS og þá getum við látið þetta vera blokk inline eða inline blokk sem að hafa sér þá eins og blokk má fá margin og padding að ofan og neðan og en samt kollapsar inn í línu.
list item, non og svo fleiri, en þetta svona það helsta. Block og inline block. Þetta þessi helstu. Svo getum við átt við staðsetninguna með því að nota position og þá getum við setta, láta það vera og leyft því bara vera í eðlilegu flæði sem það position static. Relative, það hlutfallslegt, absolute eða fixed. Þá erum við með þetta hlutfallslegt í eðlilegu flæði þar sem hluturinn skilja eftir pláss en við getum átt við hann upp eða niður, vinstri eða hægri. Absolute, þar sem það fer bara absolutely út frá því hvaðan við skilgreinum það og þá kemur inn í þetta hugtak bounding box sem segir til í raun út frá hverju við erum að skilgreina þetta sem þá næsta foreldri sem er með position relative eða absolute og ef það ekkert þá það í raun bara dokumentið sjálft þannig að þá getum við unni með þetta nokkuð svona nákvæmlega og svo lokum við með floats sem þá einhver leið til að fleita þessum elementum fram og tilbaka á síðunni eða til vinstri, hægri eða ekki. Og þá erum við að hætta með elementi í þessu eðlilega flæði og fleitum því til hægri eða vinstri miðað við þá einhverja línu sem þá í raun efsta lína þess í eðlilegu flæði. Þannig að við getum notað þetta til að láta texta rappast utan myndir. Við getum notað þetta til að byggja upp heilu útlitin. Og ef það ekki nóg pláss þá fer að boxuna ítast niður og ef öllum elementum flótað inn í þá getum við farið að lenda í ykkur vandræðum þar sem við þurfum eitthvað svona clear fix. Síðan erum við með þessa þriðju vídd þar sem við erum með seta ásinn og við getum átt við hann með því að setja index á element og raða honum þá í svona stacking order sem segir hversu nálagt okkur á seta ásnum elementin eru. Og þegar við finnum að eiga við hluti með position, þá fer þetta að spila inn í, þannig að við viljum stjórna því hvernig hlutinir leiðast út á þessari stacking order. Svo erum við box-módelið sem svona algjör grundvöllur í CSS og ég get lofað ykkur því að það verður spurt þetta og það þá þetta að við erum með eitthvað content, svo erum við padding utan contentið, border utan contentið og svo margin utan contentið. Og í raun vita munin á margin og padding, hvernig border spilar inn í og hvernig við reiknum heildarstærðina á boxi út frá þessu box-módeli. Og já, svo erum við með specificity sem þessi sértækni sem ræður því hvaða selektor stýrir hvaða reglusett applyað á eitthvað element. Og það fyrir eftir því hversu sértækur hann og þá erum við með þessa eitthvað gildi á þessu formi og ef við setjum það á element en ekki í reglu þá verður þetta A1, fjöldi ID-skilringa síðan, attribúta á gerviklassa, elementa á gerfielementa og svo þessu skeytt saman í einhverja tölu sem sértæknin. Þannig að ef við setjum eitthvað á inline á element þá mun það alltaf trompa það sem skilgreint í einhverju external skjali. Ef við setjum ID þá mun það alltaf trompa ykkur sem sett bara með attribúti og ef við setjum veljum bara elementi þá mun það alltaf vera trompað öllu því sem fyrir ofan. Svo erum við með þetta cascade sem CSS dregur nafn sitt af sem segir til í hvaða röð þetta svona flæðir yfir síðuna. Og þá erum við hort á allar CSS skilgreiningar fyrir öll element og þeim raðað í þessum reglum eða eftir þessari röð og út frá þessu í raun ákveðið hvaða regla notuð. Þannig að kemur sértæknin inn eftir að það búið að nota important og af hverju við notum important ekki af því að það mjög erfitt að eiga við það á þess að bara nota important og síðan þessi skilgreiningarröð þar sem seinna skilgreint vinnur. Þannig að ef við erum nákvæmlega sömu regluna, þá bara það sem neðar í skjalinu eða neðar í heildar röðinni sem þetta parsa sem ræður. Svo þegar við erum farin að vinna með svona nýrri virkni, þá erum við með þessi hugtök sim, polyfill og fallback. Það sem polyfill það sem notað fyrir vafra, þar sem við erum að taka einhvern kóða sem veitir okkur aðgang að einhverju virkni sem ekki endilega komin í alla klæenta en við viljum byrja að geta notað í dag.
Þannig að til dæmis við viljum geta nota local storage en það er ekki hægt að nota í þessu eða hinum vafra, þá getum við náðið eitthvað polyfill sem veitir okkur aðgang á því. Þó svo að local storage er kannski ekki besta dæmið, en það er þetta koncept. Svo erum við þetta fallback, þar sem við erum til dæmis að nota kalkfallið sem er komið í CSS3, en fallbacki fyrir það er að skilgreina til dæmis width með 50% og segja svo fyrir neðan width kalk 50% mínus 5 pixlar til þess að fá nákvæma tölu og þegar við erum með einhverja 5 pixla í einhverju öðru. Þannig þá skilgreinum við fallbacki fyrir ofan og það er nota af vöfru sem kunna ekki að nota þá þetta kalkfall. Svo erum við með skalanlega vefhönnun eða responsive web design. Hún byggir á þessum reglum í röð að við séum með sveigjanlegt umbrot sem að byggja á einhverju grind. Við erum með sveigjanlegar myndir og miðla, vídeó og þess aftar sem að aðlaga sig að því plássi sem það hefur og svo erum við með þessi media queries sem gefa okkur möguleika á því að búa til einhverja svona brotpunkta, svona breakpoints þar sem að ef að hlutirnir verða of stórir eða of litlir að þá getum við breytt því hvernig þeir eru að legast út. Þannig að við erum með eitthvað sem er sett í 2 dálka og í minniskjáum þá höfum við það í einum dálk og látum dálkinn sem er með minna mikilvæg efni fara fyrir neðan. Og tengt þessu öllu saman er síðan þessar 2 tactics til þess að eiga við vafra og klienta sem að styðja ekki að öllu leyti þá virkni sem við erum að nota. Önnur er graceful degradation, þar sem við byrjum á einhverjum punkti sem við viljum að allir séu á. Við byrjum bara á cutting edge vöfrum og svo látum við þetta svona brotna tignarlega niður. Þannig að það sé bara síðri upplifun í eldri tækni en þú getur samt nota dótið. Þannig að við byrjum á flóknasta og lögum síðan eftir á til þess að láta þetta virka. Og síðan er svona hin filosófían sem er miklu sniðugri og það er að byrja á hinum endunum. Byrja á minnstu mögulegu upplifuninni sem er þá ef við tökum þetta alveg niður bara niður í bara kjarnan, er bara að vera með efnið í merkingafræðilegu HTML-i. Af því að yfirleitt er það sem við erum að sækjast eftir er eitthvað efni. Og svo bætum við honum þetta útliti, svo bætum við honum eitthvað ennþá meira fancy útliti með CSS3 og animations og eitthvað svona og einhverju JavaScripti til þess að gera þetta hoppandi og skoppandi og bregðast við öllu sem við viljum að það bregðast við og svona. Og allstaðar þá erum við í raun að bara bæta við. Þannig eftir því sem ég er með betri client, því mun betri verður upplifun mín. Við vinnum okkur upp á við. Svo erum við með þessa CSS preprocessora sem að hjálpa okkur við það að skrifa CSS þegar við farum að skrifa CSS svona á einhverjum svona stærri skala. Þetta leyfir okkur að skilgreina breytur og föll og svoleiðis sem er viljandi haldið frá CSS en er svona í einhverju debatt í dag og við komum svo hvernig það fer. Og það er þessi preprocessorar. Þannig að þeir eru bara skrifum CSS okkar í einhverju öðru máli og því er síðan það er kompælað yfir í CSS. Þannig að við höfum þessar spurningar hérna, hvað er CSS og hver staðar CSS, W3C, og hvernig við tengjum HTML og CSS og þá að við viljum hafa þetta öllu leyti aðskilið en við getum líka sett þetta í style element inline í HTML-ið og að við getum sett þetta í style attribute á elementin og af hverju er það ekki æskilegt af því að þá erum við að binda saman útlitið við merkinguna og gerum þetta mjög erfitt í viðhaldi. Hvernig eru þessar CSS-reglur? Við erum með þessar selektora, svo erum við með curly brackets og svo þar inni erum við með all eigindin sem við eigum við, setjum á þessar selektora sem við erum búin að finna. Þessar at-reglur, eins og til dæmis bara með media queries, eða til þess að skilgreina svona print, media print, reglur sem eiga bara við þegar við erum með prentútskjöl. Shorthand, þannig að þegar við erum að skrifa CSS að einhverju ráði og við ætlum að eiga við marginið, þá viljum við ekki vera að gera margin left, eða margin top, margin right, margin bottom, margin left, heldur viljum við nota margin eigindið til þess að skilgreina þetta allt í einu, til þess bara að vera meira concise í því sem við erum að skrifa og minnka það að við séum að endurtaka okkur. Hvernig getur þessi gildi litið út í? Þá þetta eru
strengir og url og einingar. Og síðan sér í lagi hvernig við vinnum með þessar lengdir. Við erum að nota prósentur og EM, eins og til dæmis þegar við erum að vinna með responsive. Notum við þá pixla eða notum við hlutfallslega lengdir. Notum hlutfallslega lengdir af því að við vitum ekki nákvæmlega hversu breiður skjárinn við erum að fara að birta vefinn okkar á og við viljum að hann bara aðlaga sig að öllu því sem í boði. Og skilgreinum þá ekki að hann sé nákvæmlega 500 pixlar, heldur að hann sé 60% af einhverjari heild og notum síðan max-width og min-width til þess að eiga við það. Selektorarnir, bara hvernig líta þeir út og hvernig smíðum við þá. Gervi-element og gervi-klassar, þá hover, last child, first child, before, after og þetta allt, hvernig þetta kemur inn í. Eðlilegt flæði og staðsetning í CSS, munurinn á þessum 4 möguleikum á position eigindinu, hvernig float virka og hvað eru clear fix og hvenær getum við þurft að nota það, hvernig þriðavítin virkar og box modelið og þá sérstaklega hver munurinn á margin, padding og border og box sizing, eins og box sizing border box sem við höfum notað til þess að auðvelda okkur að reikna út úr stærðum á boxum og geta breytt padding og border án þess að þurfa að vera að hugsa það að boxið okkar verði allt í einu of stórt. Sértæknin og cascadeið og hvernig við reiknum út gildi. CSS 3, hver er munurinn á því versus CSS 2.1 sem er skilgreining af boxmódelinu og allir sem er hérna ofan. Sim, polyfill og fallbacks, vafraforskeytin, hver þau eru og hvað þau bjóða upp á þá þessa virkni sem er ekki algjörlega stöðluð og vafrafalmennir vilja gera aðgengilega í dag og þá setja þau fyrir aftan svona forskeyti fyrir framann, til dæmis bandstrik MOS, eitthvað til þess að Mozilla browserinn Firefox geti byrjað að nota einhverja virkni í dag. Og texti og letur, hvernig við notum, geta lesið úr, þið þurfa ekki að muna öll mögulega eigindi þarna, heldur geta skilið það að font weight, bold, skilgreinir texta, text decoration, none, fjarlægir, underline, til dæmis á linkum og svona. Bakgrunnur geta lesið út úr svoleiðisreglum, hvernig til dæmis shorthandið hvað gerir background position, background attachment, bakgrunn, ok. CSS reset og af hverju við notum það til þess að geta í raun komið okkur á okkur svona sameiginlegan stað fyrir alla vafra og geta vita það bara að öll element eru bara með ekkert margin eða padding og unnið okkur upp frá því. ID og class með CSS og þá sérilagi af hverju við notum ekki ID, af hverju við höllumst frekar að því að nota class. Responsive, geta útskýrt það. Mobile first hugsunin sem að svipa svolítið til þessu progressive enhancement. Við byrjum í minnsta skjánum, með minnsta og með aðalatriðin í því verkefni sem við erum að leysa og vinnum okkur svo upp á við. Graceful degradation versus progressive enhancement. Sveigjanleg grind, þetta hugtak í responsive og hvernig við reiknum gildi. Við notum hlutfallsleg gildi, ekki fasta stærðir, media queries, CSS preprocessorar, CSS frameworks eins og Bootstrap geta gert ykkur grein fyrir því í hvaða tilfellum þá er þægilegt að nota það og já, CSS, besti vinnur okkar. Herðu, JavaScript. Þetta er líka góður vinnur okkar. Túlkaskiptumál byggt á prótótípum með dýnamískar veika týpur, fyrsta flokks fall og stuðning við hlutbundna gildinga og fallaforritun. Syntaxinn í JavaScript, ekkert svo sem neitt sérstaklega til þess að tala hér hann, nema að á semikomman og hvernig henn er ekki krafist og hvað gerist ef við sleppum því að setja hana inn og af hverju getur lent í vandræðum með það. Dýnamískar týpur, þá þetta við erum ekki með statically typed mál, við erum ekki að segja int i, við erum að segja var i og gildið á breytunni hefur
típu en ekki breytan sjálf. Og þessar helstu típur sem við getum verið með. Svo erum við með þessar veiku típur og hvernig þeim kastað á milli. Þannig að við getum lagt saman tölu og streng og við getum fengið eitthvað út úr því. Og bara þið þurfum ekki að vita reglurnar sem segja til það hvernig tæpið með coersa á milli ef þú ert að leggja svona saman eða gera einhverjar aðgerðir á milli. Heldur bara þetta hugtak að type coersa. Og þetta hérna sem vantar síðan öruggar típur sem þá að við eigum ekki að vera að fá villur í keislutíma út af því að við erum að eiga við típur sem að eiga ekki að geta blandast saman eða verið skeytt saman eða svo fram til götunum. Strengir, þetta erum með Unicode stafi, þannig að hver 16 bitar og við getum þá notað í raun bara fleiri en ASCII og við erum með eitthvað lengd, skeytum saman með plus, við erum með tölur og það bara aðeins ein típa fyrir tölur í JavaScript sem 64 bita og notar hérna IEEE í floating eitthvað og við getum verið með þessar helstu virkja. Við erum með object sem eru svona tengd fylki sem þá í raun bara þetta samansafn af svona name value pörum og við getum unnið með það bæði með svona dot notation og bracket notation sem leyfir okkur þá að vísa í eitthvað sem hérna einhver svona keywords sem bannað að nota og við getum breytt þessu á keislutíma eins og við viljum. Við erum með fylki og þau búum við ekki til svona heldur með svona array shorthandinu og þá þetta bara að haga sér eins og fylki eins og við þekkjum þau. Nú indexum við allt það. Við erum með föll í JavaScript sem eru svolítið sérstök og þau geta verið anonymous, nafnlaus og þau geta tekið eina eða fleiri færibreytur og þau geta hugsanlega skilað einhverju en því er ekki krafist og þau eru hlutir og geta þá þar af leiðandi verið gildi í breytu sem einn af aðalkostum og skemmtilegustu við JavaScript að föll eru svona first class citizens. Færibreytur eða attributes parameters í föllum þær hafa alveg eins og breytur hafa þær ekki típu heldur gildi sjálft og því getur þau tekið hvað sem Primitive eru pass by value á meðan objects eru pass by reference þannig að við sendum fylki inn í eitthvað fall, gerum breytingar, þá erum við að gera breytingar á hlutum fyrir utan líka þannig að við fáum bara reference í hann. Svo erum við með þetta hugtak variatic functions í JavaScript þar sem við þurfum ekki að skilgreina allar færibreyturnar sem koma inn í fall heldur getum við náð í arguments hlut innan í fallinu sem svona fylkislíki sem inniheldur allar breytur sem sendur voru inn í fallið. Þannig að við getum skrifað svona skemmtileg föll eins og sum án þess að skilgreina í raun allar mögulega fjölda af færibreytum. Scoping. Breytur eru með lexical scope per fall en aðeins ef við skilgreinum með var, ef við sleppum því þá dettum við í það að skilgreina breytur globally og ef við skilgreinum breytur fyrir utan fall þá erum við að skilgreina í eins og global scope sem bara aðgengilegt öllum. Já, þessi nafnlausu föll, þannig að við getum í raun bundið föll við breytur á þess að gefa þeim nafn og við getum líka búið til föll og keyrt strax. Þetta var trikk sem við notum til að búið til svona einingar til þess að líta okkur þessi nafnlausu föll plus scoping reglur til þess að vera ekki að skilgreina allt dótið okkar í einhverju global scope og við getum skilað föllum úr föllum. Svo þetta hosting sem það þegar við erum að skilgreina breytu inn í einhverju falli skilgreiningunni alltaf, túlkurinn tekur hana alltaf og setur hana efst í fallið þannig að við getum fengið skrýtna virkni eins og við erum að reyna að vísa í eitthvað inn í forlikju, inn í falli að þá alltaf gildið í lokin alltaf seinasta gildið af því að skilgreiningun á breytunni ekki inn í lúpunni eins og maður myndi jafnvel hugsa sér heldur það
í skópinu á fallinu. Svo erum við með innri föll, maður getur skilgreint föll innan falla og þau eru þá aðeins í skóp fyrir það fall sem er skilgreint inn í en hafa aðgang að skóp ytra fallsins. Þannig að við getum búið til einhver svona hjálparföll inn í föllum, kallaði þau og þau eru ekki aðgengileg alls staðar. Og svo getum við búið til svona closures eða lokanir að við getum lokað yfir eitthvað ákveðið skóp og höfum þá aðgang að því skópi á meðan að fallið okkar lifir. Þannig að þetta er nánar útskýrt í forritunarmálum en er gífurlega sterkt og skemmtilegt. Svo erum við með þessi truthy og falsi gildi. Þá er það í raun hlut sem haga sér eins og boolean án þess að vera það og þá er falsi eru false, 0, tóminn-strengurinn, null, undefined og none og truthy er síðan allt sem er ekki falsi. Þannig að við getum í raun tekið tóminn-strenginn og borið hann saman við eitthvað og fengið út, við getum athugað hvort það sé eitthvað að koma inn sem að lítur út eins og eitthvað alvöru gildi ef við segjum að tóminn-strengur sé ekki alvöru gildi. Þetta getur bæði verið gott og valdið okkur vandræðum. Svo erum við með skammhlaup. Það er þetta að við getum notað eða og virkjana til að valda skammhlaupi að þeir skila seinasta gildinu sem við skoða. Þannig að ef við erum með A sem truthy er því skilað, annars er B skilað og þetta getum við notað svona til þess að búa til einhverja default value en samt sem aður með þeim formerkjum að ef við viljum eitthvað hafa gildi, leyfa gildi eða leyfa breyti og taka gildi tóminn-strengurinn, þá lendum við í vandræðum. Og sama með og. Þannig að ef A er falsi, þá er B skilað og ef ekki, þá er A skilað. Svo er þessar type coercion reglur og hvernig þær eiga við þegar við notum samanburð, svona veikan samanburð með 2 samanburðarmerkjum og af hverju við notum alltaf 3 samanburðarmerki þegar við erum að gera samanburð, af því að þá er byrjað á því að bera saman er þetta sömu típunni, ef ekki, þá er þetta ekki sami hluturinn. Svo erum við með fallaforritun sem er svona leið til að vinna með flækju. Þá erum við að skilgreina einhver svona einföld föll sem gera síðan flókna hluti. Og þetta til dæmis eins og í ECMAScript 5 erum við með for each á fylki sem er í raun leið til þess að ídra í gegnum eitthvað fylki án þess að vera að grípa til for-lykju sem er mjög skemmtilegt og þegar maður fyrir að nota þetta þá lærir maður alltaf meira og meira hvað þetta er geðveikt. Og svo regular expressions. Það er bara í raun vita á þeim, hugsanlega geta lesið eitthvað út í þeim og gert eitthvað með þeim. Þá erum við með segð svona, annarkoð skilgreinda svona eða í gegnum smið hér og síðan getum við notað þetta til þess að bera saman við strengi eða til þess að bera strengi saman við segðirnar. Hlutir, við getum bætt föllum við hluti alveg eins og öðrum gildum og nota síðan this sem að vísar í hlutin sjálfan eða þá ef við erum að fara að nota apply og call til þess að skipta eitthvað svona samhengi. Þannig við getum notað þetta til þess að gera svona mjög skrítið, object-oriented, svona eitthvað. En svo erum við með prototýpur sem að JavaScript er. Prototypical inheritance er það sem að JavaScript notar. Og þá erum við að nota þessa prototýpu til þess að fá eitthvað. Við erum með eitthvað prototype sem er einhver annar hlutur og við fáum þá hans prototýpu hluti og föll og gildi inn í okkar hlut. Og síðan höfum við þessa prototýpu keðju sem athugar. Þannig að við erum með object eða við erum með eitthvað person sem að nota prototýpuna frá object og svo erum við með eitthvað student sem notar prototýpuna frá person að þá getum við skilgreint föll sem að allir fá. Þannig að object gefur okkur toString, person getur gefið okkur name og student gefið okkur student ID eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þá getum við svona fengið þessar erðir. Þó svo myndi nú halda að flest ykkar hefði ekkert notað neitt sérstaklega mikið svona prototýpur. En spurningar, JavaScript og hver staðlar það? Það er ECMAScript staðlað útgáfan af JavaScript sem er staðlað af ECMA. JavaScript syntax geta bara lesið og skilið hvernig JavaScript virkar og hvernig þá sérlega semikoman er, hvernig típukerfið er og þá dýnamískar típur, veikar típur og öruggar. Primitive típurnar, við erum með strengi, number, object
Nei, ekki object, sorry. Og type of virkin sem segir okkur hvaða típa gildið í einhverjari breytu. Þannig við segjum type of foo og þá fáum við tilbaka til með string eða number. Hvernig virka strengir, hvernig skeytum við þeim saman þess að tölur og object og fylki. Getur lesið út úr því og skilið hvernig við vinnum með fylki. Föll og parametrar í föllum. Variatic föll og scoping á föllum. Nafnlaus föll og hoisting innan falla. Innri föll og lokanir. Síðan timeout og interval, hvernig við getum stýrt því að eitthvað gerist eftir einhvern ákveðin tíma, einu sinni eða oft. Truthy og falsy, skamhlaup og type coercion. Villumeðhöndlun, hvernig við try cuts og það. Regular expressions, apply og call, hvernig við getum notað það til að skipta þetta samhengi eða kalla í eitthvað ákveðið fall með fylki af gildum eða lista af gildum sem við munum apply og call. Fallaforritun, tengt við hrein föll sem hafa engin áhrif á neitt fyrir utan sig, gera engar breytingar á umhverfinu, taka bara inn það sem þau þurfa og skila út því sem þau eiga að skila. Og þar af leiðandi ef þau eru keyrð endalaust þá fá þau alltaf sama út úr þeim. Æðri föll og hvernig hlutir og smiðir virka í JavaScript, prototípan og prototípukeðjan og þá erðir. Þetta bara smellpassar. Við höldum síðan áfram á mánudaginn með restina af námskeiðinu og tökum próf og sjáum hversu langt við komumst með það en klárum það annars næsta föstudag í seinasta tíma.